Þá næsti braut hún Sara Dís Snorradóttir. Já, en veit ekki hvað að bulla þetta maðurinn við hliðina á mér. Og einkunnir fyrir Elvu og Goða eru 6,7, 6,8, 6,6, 6,7 og 7,1. Það gera 6,73 og það fyrsta sætið eins og Þetta gátu við skotið á? Já, þetta var verðskulda, ég ætla bara að segja það. Sammála. Þá næst í braut knappi númer 17 í rásröð, Sara Dís Snorradóttir, kemur úr hestamannafélaginu Sörla. Það var gaman að horfa á þessa sýningu, bara svona yfirvegun og fallega riði hjá henni Elvu. Hesturinn reistur og kveldur sáttur. Hún Sara situr á dal frá efri Brúnavöllum, 1-7 vetra rauð stjörnóttan. Faðir Dals Ganti frá Vorsabæ 2 og móðir Dama frá Lönguhlíð. Sara keppir fyrir mið ás Miklholt. Vertu velkomin Sara, þú hefur þína sýningu og gangið þér vel. Já, Sara Dís mætti í braut. Já. Annar reynslu mikill knappi. Já. Keppir fyrir Miðás og Miklholt. Já, hún ekki í U20? Alveg pottið. Já, held að. Byrjar hérna á hægu 12. Já, þetta hann Dalur frá efri Brúnavöllum 1. 6 vetra gamall. 6 vetra gamall, ungur hestur. Já. Það á 7. Já. Já, bara gengur hérna bara ágætt taktuelt, þannig svona mótmæluninn svona aðeins ítrekka þarna en fyrir þetta voru þið búin að vera frekar still bara. Já. Og það eru hnöggrar í þessu sem að muni draga þau niður. Já. En gæðin alls ekki slæm og Sara leysir þetta vel sko. Mjög. Sara kemur úr hestafjölskyldu. Heldur betur. Við erum með starfsemi sína í Hafnarfirði, Sörla og Sportfókar og foreldrar hennar starfa náttúrulega bara báðir við þetta og núna systir hennar menntuð reiðkennari. Þannig að datan alveg upp á gangi. Já. Það voru að tala aftur hana eldvegg. Já. Og mun draga hana mikið niður og það svona maður sér að þessi hestur ungur. Já. Og svona á eftir að slípa svona allar aðgerðir og svona gangskiptingar kannski aðeins svona seinar eða aðeins og snemma og en gæðin eru góð í þessum hesti. Já, maður skilur það alveg og mæti með það nú og láti vaða sko. Algjörlega. Og hún leysir þetta vel og hjálpar hestinum eins og hún getur og sama stökkið, þetta bara settlega riðið og virkilega settlega riðið. Já, og þarna gangskipting góð. Já, það hlýtur að vera gaman að fara í hesthúsi þar sem að bæði foreldrar og systir eru atvinnumir í þessu og þú líka sennilega bara. Já, allavega að vinna saman bara. Já. Þarna svolítið lindbrokk, það ekki mikið svif. Já, og hún að reyna að hjálpa honum með því að stíga brokkið á. Já. Svona kannski framhugsin farin svolítið þarna. Já. Það ekki mikið svif þarna. En Sara ríður þetta rosalega vel. Sjáu bara taumsambandi, það létt og skemmtilegt. Bossi. Þeir inni og bara fínt fett, bara rólegt. Hvílir ágætlega í skreiðunum stíkar svolítið bara vel á fetti. Svona þegar maður tala byggingu á hestum þá svona mismunandi hesttýpur, þessi kannski svona aðeins svona grófgerðari. Já. Heldur sum hross eins og Elvarún var með áðan, svona mikið reistan, svona náttúrulega reistan hest. Já, eða kveikstóttirinn áðan eða akkurat. Eitthvað svoleiðis. Og meðurinn á Frikka, þetta eru mismunandi týpur. Algjörlega. Þessi svona aðeins svona, eins og ég segi, grófgerðari, svona grófari og alls ekkert verið hestur fyrir vikið en það kannski aðeins auðvildar að vera með svona léttbyggðari hross og það sem við erum svona stefnað í ræktun. Takk fyrir þetta kærlega. Þetta bara spennandi. Sara Dís og Dalur. Þá næst í braut hún Tara Lovísa Karlsdóttir. Já, sem munu draga hana niður í meður. Já. Hún má fara að ríða í braut en einkunnir fyrir Söru og Dal eru 6,3, 5,6, 5,7, 5,8 og 6,1. Það gera 5,87.